From the Conference Center in Salt Lake City, Utah, this is the Saturday afternoon session of the 195th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Þetta verður ástefnuhöllin í Salt Lake City. Þetta laugardags morgun síðdegisluti 195. síðari aðalráðstefnu kirkju Jesú Kristi síðardaga heilugu. Ræðimennir valdir og hópi leiðtoga kirkjunnar, tónlist þessa flytur The Tabernacle Choir at Temple Square. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki hagnaðarskyn á heimilum í fjölskyldu eða í kirkju. Öldungur David A. Bernard í 12. sveitinni mun stjórna þessum hluta. Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon session. Bræður og systur, við bjóðum ykkur velkomin á laugardags síðdegisluta 195. síðari aðalráðstefnu kirkju Jesú Kristi síðari daga heilugu. Dallin H. Oaks forseti, sem í forseti ráðstefnunar, hefur beðið mig að stjórna þessum ráðstefnu hluta. Við tilkynnum andlát okkar áskera spámanns og vinar, Brussels M. Nelson forseta. Nærveru hans verður sárlega saknað. Við bjóðum meðlimi og vini velkomna, sem á þá sem fylgjast með í sjónvarpi, útvarpi eða á alnetinu. Tónlist þessa hluta í umsjá sameinaðs trúar skólakórs frá Ogden og Suður Jordan, Utah undir stjórn Alan Saunders og Alan Sackett og orgeleikarar eru Joseph Peoples og Linda Margetts. Kórinn mun hefja samkoman á því að syngja, heyrið og nemið himnana óð. Ingangsbæn flytur síðan öldungur Christoph G. Giraud Carrier af hinum 70. Truth is restored again. Oh,
Our Father in heaven, Okkar Faðir í himnum, we thank thee, við þakkum þér fyrir þinn son, we thank thee við þakkum þér for church fyrir hina endurreistu kirkju, today. We're thankful fagnandi á jörðinni. Við þakkum þér prophet, fyrir spámann, sjáandi og opinberur sem leið okkur. Við biðjum þig and watch over them að blessa as they og vaka yfir þeim in righteousness. með þeir eru að leiða okkur í réttlæti. Conference this afternoon Við það blessa þau sem tala á þessari ráðstefnu. with thy spirit. Blessa okkur með þín anda. Við mögum vera með opin hjörtu Have a desire to change. svo við mögum hafa þrá til að breytast þegar við heyrum orðin. Í nafni Jesú Krists. Amen. We will now be pleased to hear from Elder Ronald A. Rasband, Njótum nú þeirra ánægju að hlýða á öldung Ronald A. Rasband í 12 postulasveitinni. Og eftir honum talar Chad H. Webb sem þjónar sem fyrsti ráðgefi aðalforstisráði Sunnudagsskólans. Og eftir ræðu bróður Webb mun kórinn syngja "Ó Guð sem gafst þitt lífið mér". Við munum síðan heyra frá öldungum Jeremy R. Jackie og Kevin K. Brown af hinum 70. Þessi aðalráðstefna í október 2025 markar 30 ára afmæli tilkynningarinnar Fjölskyldan, yfirlýsing til heimsins. Að guðlegri skipan var þessi yfirlýsing ásamt sínum opinberunar orðum sett saman til að varðveita og styrkja fjölskylduna sem grundvallar einingu þjóðfélagsins. Allir tilheyra fjölskyldu. Hvort sem þú ert móðir, faðir, dóttir, sonur, barnabarn, afi eða amma, frænka, frændi, bróðir, systir eða frændsystkini. Mikilvægast að sérhvert okkar eins og segir í yfirlýsingunni, ástkær andasonur eða dóttir himneskra foreldra með guðlegt eðli og örlög. Þegar ég var kallaður í hið heilaga hlutverk postula árið 2015 var mér leiðbeint. Þessi yfirlýsing nú þín. Nafnið þitt og benti á orðin 12 postularáðið í titlinum hérna. Skynjaðu hana og kendu eins og þú eigir hana. Ég ann fjölskyldu yfirlýsingunni. Ég hef vitnað hlutverk fjölskyldunar í eilífri áætlun Guðs allan heim frá Afríku til Ástralíu og allstaðar þar á milli. Yfirlýsingin að guðlegum uppruna, svo við verðum að sýna henni þá lotningu sem orð Guðs verðskulda. Hafið hugfast, bræður og systur, eins og ég sagði á fyrri aðalráðstefnu frá þessum ræðustól. Orð skipta máli. Leyfið mér að segja ykkur forsögu yfirlýsingarinnar sem meginboðskapur trúar okkar. Árið 1994, ári áður en yfirlýsingin var birt, ræddi 12 postulasveitin það hvernig samfélög og stjórnvöld væru að hverfa frá lögum Guðs varðandi fjölskyldu, hjónaband og kyn. En þetta var ekki það eina sem við sáum fram á, útskýrði Russell M. Nelson forseti síðar meir. Við sáum tilburði hinna ýmsu samfélaga til að eyða öllum reglum og mörkum kynlífs. Við sáum rugling kynjana, við sáum fram á þetta allt. Hinnir 12 ákváðu að búa til skjal opinbera yfirlýsingu sem gerði grein fyrir afstöðu kirkjunnar til fjölskyldunar. Það ár undirbjuggu þessir postular sjáendur kallaðar af Guði yfirlýsingu fjölskylduna. Dallin H. Oaks, forseti minntist þess að þeir hefðu í bænaranda leita til drottins varðandi hvað ætti að koma fram og hvernig þeir ætti að orða það. Þeir kynntu hana æðsta forsetisráðinu. Howard T. Hunter forseta, Gordon B. Hinckley forseta og Thomas S. Monson forseta til umfjöllunar. Aðeins nokkrum mánuðum síðar, í mars 1995, lést Hunter forseti og Hinckley forseti var 15. forseti kirkjunnar. Yfirlýsingin var nú komin í hans hendur.
Hvenær væri rétti tíminn til að birta kirkjunni þessa yfirlýsingu? Það gerðist 6 mánuðum síðar. Nokkrum dögum fyrir aðalfund kvenna 23. september sem var haldinn fyrir aðalráðstefnuna áttu Hinckley forseti og ráðgjafar hans fund með aðalforsetisráði líknarfélagsins. Systurnar, líkt og postularnir, höfðu vegið og metið áhyggjur af konum og fjölskyldum. Á komandi fundi hugðust þær leggja áherslu á fjölskyldur. Hinckley forseti átti að ávarpa konurnar á samkomunni. Hann hafði verið að ígrunda í hvaða átt hann ætti að beina orðum sínum. Þegar leið á umræðurnar vísaði hann með nafni í hina nýstofnuðu en ekki útgefnu yfirlýsingu. Fjölskyldan, yfirlýsing til heimsins. Var kvennafundurinn rétti staðurinn til að birta þessa afgerandi yfirlýsingu fjölskylduna? Ellen Jack, aðalforseti líknarfélagsins, útskýrði síðar. Við vissum ekki hvað yfirlýsingin fjölskylduna var á þeim tíma. Við gátum gefið okkur það út frá titlinum, en okkur fannst að hvað sem varðaði fjölskylduna yrði jákvætt. Ég var mjög viss að meðlimir 12% sveitarinnar væru að meðtaka opinberun. Fundur líknarfélagsins þennan laugardag var sögulegur. Hinckley forseti kynnti fjölskyldu yfirlýsinguna með þessu mikilvægu orðum. Með alla þá rökvillu sem sett fram sem sannleikur með svo mikla blekkingu varðandi staðla og gildi, með hinu mikla aðdráttarafli og freistingu til að órengast hægfara af heiminum, höfum við fundið okkur knúna til að setja fram viðvörun varðandi staðla, kenningu og verklag í tengstum við fjölskylduna sem spámenn, sjámendur og opinberarar þessarar kirkju hafa endurtekið bent á í gegnum sögu hennar. Hann las síðan yfirlýsinguna í heild sinni. Eins og Drottinn hefur sagt, hvort sem það sagt með minni einu rödd eða með rödd þjóna minna, það gildir einu. Í yfirlýsingunni segir, fjölskyldan vígð af Guði. Ég hrífst af skýrleika þessara orða. Yfirlýsingin ákall til okkar að lifa í jarðlífinu, ávallt meðvituð guðleikan innra með okkur og hina eilífu framtíð sem framundan er. Nelson forseti kenndi, þið eruð bókstaflega andabörn Guðs. Velkist ekki í vafa það. Möguleikar ykkar eru guðlegir. Með kostgjafinni leit mun Guð veita ykkur leftur sín af því hver þið gætið orðið. Þegar hún var sett fram, samræmdist yfirlýsingin ekki sjónarmiðum margra í heiminum. Ekki þá. Ekki núna. Til eru þeir sem eru ósáttir við yfirlýsinguna fjölskyldu, hjónaband og kyn. Sumir leggja til að kirkjan dragi yfirlýsinguna tilbaka, endurskoði hana eða leggi hana jafnvel til hliðar. Eins og Hinckley forseti sagði, bræður og systur, þá þessi yfirlýsing fjölskylduna kenning. Þessar reglur ekki úr takti en fullkomlega samstíga leiðum Drottins og sáttmálsvegi hans. Kenningar yfirlýsingarnar opinberaði Drottinn voru Jesú Kristur postulum sínum þá og nú. Þetta hans kirkja. Hann hefur grundvallað sannleikann sem við lifum eftir. Sum ykkar gætu hugleitt yfirlýsingun og sagt, þetta ekki að virka fyrir mig. Þetta virðist ónargetið. Fjölskyldan mín lítur ekki svona út. Ég passi ekki þetta. Þeir sem hafa áhyggjur, vitið að þið eru börn himneskra foreldra. Þið eru hluti af fjölskyldu himnesks föður. Enginn þekkir ykkur betur eða þykir vænna ykkur en hann. Snúið ykkur til hans, úthellið hjarta ykkar fyrir honum, treystið honum og loforðum hans.
Þið eigið fjölskyldu í frelsara ykkar Jesú Kristi sem elskar ykkur. Hann kom til jarðar til að friðþægja fyrir syndir okkar og bera byrði mistaka okkar og mjög slæmra daga. Hann skilur það sem þið standið frammi fyrir og hvernig ykkur líður. Snúið ykkur til hans, treystið því að hann mun senda heilagan anda til að vera með ykkur, lyfta ykkur og leiða. Skinnið elsku þeirra sem breiðir úr sér í hjörtum mannanna barna. Hún eftirsóknarverðust af öllu og færir sálinni mesta gleði. Bræður mínir í 12 postulasveitinni og æðsta forsætisráðinu elska ykkur en innilega. Við byggjum fyrir ykkur og leitum leiðsagnar drottins fyrir ykkur. Veljið með okkur. Þið lifið á erfiðum tímum andstæðingurinn leitast við að gera ykkur að sínum. Ekki leiðast af braut. Og ef svo gerist, komið þá aftur. Faðmar okkar teygir sig til ykkar eins og annara sem elska ykkur. Yfirlýsingin segir, foreldrar hafa þá helgu skyldu að ala börn sín upp í kærleika og réttlæti. Mormonsbók annað vitni þennan sannleika. Í fyrsta versi, fyrsta kapitola lesum við. Ég, Nefi, af góðum foreldrum komin. Hve mörg okkar hafa byrjað á Mormonsbók og byrjað aftur og í leiðinni lært þessi orð utan bókar. Festir þau í hjarta ykkar. Ein af mínum uppáhaldssetningum í yfirlýsingunni þessi. Hamingju í fjölskyldulífi hljótum við fyrst og fremst þegar við byggjum á kenningum drottins Jesú Krists. Hver vill ekki hamingju? Og hverjar eru kenningar Jesú Krists? Aftur í yfirlýsingunni, trú, bæn, iðrun, fyrirgefning, virðing, kærleikur, umhyggja, vinna og heilbrigð dægrastytting. Hvers líf verður ekki betra ef farið eftir þessum lykilreglum? Ekkert okkar eða fara að gera þetta fullkomlega, en við getum fylgt viturlegum orðum Hincklays forseta, gerið ykkar allra besta. Við lesum í yfirlýsingunni, feður eiga að vera í forsæti fjölskyldu sinnar í kærleika og réttlæti og megin ábyrgð mæðra að annast börnin. Forsæti merkir ekki að stjórna og að annast ekki annars stigs hlutverk. Guð hefur falið körlum og konum ólík en jöfn og nauðsynleg hlutverk sem bæta hvort annað upp. Leyfið mér að deila persónulegri frásögn. Ég og eiginkona mín lærðum að vinna betur í því að vera jafningjar. Dag einn ég ákvað að taka mikilvæga ákvörðun án samráðs við hana. Gjörðir mínar komu henni óvart, komu henni í opna skjöldu og komu henni í mjög erfiðar aðstæður. Eftir á setti hún hönd sína á öxl mína og sagði ákveðin, Ron, vinsamlega gerðu mér þetta aldrei aftur. Við höfum nokkurn veginn verið á sömu blaðsíðu síðan. Í fjölskyldu yfirlýsingunni finnum við. Feðrum og mæðrum ber skylda til að hjálpa hvort öðru sem jafningar. Jafningjar orð sem skiptir máli. Í áranna rás ég og systir Raspand höfum unnið saman að því sem yfirlýsingin nefnir okkar helgu ábyrgð, þá höfum við mótað hjónaband með jöfnu oki. Nú þegar hvert barna okkar eru gift, höfum ég og systir Raspand haldið áfram að leiðbeina þeim og mökum þeirra hvernig hægt að vera jafnir félagar. Þegar við lifum með einbeittu augliti á dýr Guðs, virðum við hvert annað og styðjum hvert annað. Þessi guðlega fyrirmynd réttlætist leiðir til stöðuleika í okkar persónlega lífi, fjölskyldu okkar og í samfélaginu. Faðir okkar á himnum hefur séð okkur fyrir fjölskyldu yfirlýsingunni til að leiða okkur heim til sín, hjálpa okkur að læra og fyllast kærleika, styrk, tilgangi og eilífum skilningi.
Ég bið ykkur af öllu hjarta að lifa í lífinu í návist hans og ástkærs sonar hans. Ég lofa að ef þið gerið það, mun andinn innblása og leiðbeina ykkur og hjálpa ykkur að skynja í hjarta ykkar þann frið sem æðri öllum skilningi. Í nafni Jesú Krists. Amen. A story is told of a young university student who struggled with a challenging class, so he hired a tutor to help him. Near the end of the course, the professor announced that ungum háskólanema sem átti arðarleikum með krefjandi námsefni, svona réði leiðbinda til að aðstoða sig. Lok námsbekkurinn tilkynnti prófessorinn og nemendur gætu komið með eitt blað í lokaprófið sem þeir gætu sett á hvað sem þeir vildu. Sumir nemendur undirbjuggu sig með því að gera örsmá glósur með upplýsingum úr fyrirlestrum og kennslubókum, einhvers læsilegan með stæknagleri. Ungu maðurinn mætti hins vegar í lokaprófið með autt blað og ókunnaðan mann. Þegar prófessor spurði hann svaraði ungu maðurinn, þú sagði ég mætti koma með eitt blað með hverja á sem er. Hann setti síðan blaðgólfið við hliðina á skrifborðinu sínu og sagði, ég vil að leiðbeinandinn minn standi á blaðinu mínu. Við erum sem meðlimir kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu blessuð með samfélagi við meðlim guðdómsins sem við getum fengið hjálp hins fullkomna leiðbeinanda. Heilagur andi veit alla hluti, ber vitni sannleikan og mun minna okkur á allt. Russell Nelson forseti ræddi oft mikilvægi þess að hlýða á rödd drottins. Hann kenndi okkur hvernig bjóða á heim leiðsögn heilags anda, bað okkur ítrekað að auka andlega hæfni okkar til að hljóta opinberun. Í dag bið ég ykkur að íhuga hlutverk heilags anda, sérstaklega í tengslum við trúarnám og kennslu á heimilinu og í kirkjunni. Hinn innblásna handbók kirkjunnar Kenna hætti frelsarans gerir grein fyrir hinum ýmsu reglum sem drottin hefur komið að fót sem hjálpa við að bjóða heim áhrifum heilags anda. Einn þessara regluna að stuðla að kostgæfni í námi. Áður fyrir gætum við að hafa hugsað kennsluna sem tækifæri fyrir foreldri eða kennara að bjóða andanum að vera með í eigin undirbúningi og síðan miðla því sem þau hafa lært með börnum eða nemendum sem hafa það hlutverk að hlusta. En áhrifaríkara það þó þegar við sem nemendur komum undirbúin og kennarar skapa lærdómsupplifun sem stuðlar að persónulegri opinberun beiti hjarta okkar og huga. Þegar okkur síðan gefst tækifæri til að miðla því sem við lærum í námi okkar frá heilugum anda, hjálpum við hvert öðru að hljóta leiðsögn og uppbyggjast. Þegar við tilengum okkur reglur fagnaðarindisins ber andinn aftur vitni sannleiksgildi þeirra. Jesús Kristur er fullkomið fordæmi í þessu líkt og í öllu. Hann hefur boðið hverju okkar að vera kostgæfni til lærisveinar og að axla ábyrgð á eigin vitnisburði. Hann bauð lærisveinum sínum að búa sig undir að læra, að miðla því sem þeir voru að læra og breyta í trú. Hann bað fyrir þeim, sá guðlega möguleika þeirra, hlusti á þá og hjálpa þeim að vita að þeir væru elskaðir og nauðsynlegir. Sem kennarar getum við einblínt betur og framþróin nemenda að uppfylla þarfir þeirra og að hjálpa þeim að þróa andlega venjur lærisveinsins alla ævi. Þegar við sem nemendur iðkum sjálfræði í lærdómsferlinu, gefum við heilum anda merki fúsleika okkar til að meðtaka kennslu hans. Ég er þakklátur fyrir kennara sem bauð mér að verða betri nemandi. Þegar ég byrjaði í háskóla, hugsaði ég ranglega skólan sem eitthvað sem ég þurfti að þola til að fá að stunda íþróttir. Daginn eftir að hafa lesið ritgerð eftir mig, sagði prófessorinn minn við mig að henni fyndist ég vera hæfileikaríkur greiningahugsuður. Ég vissi ekki einu sinni hvað það þýddi. Hún sagði að með einbeittara framlagi gæti ég orðið góður nemandi. Sú hugsun hafði aldrei hvarflað að mér. Áhugi hennar, hvatning og boð breytti menntun minni og blessaði líf mitt verulega. Önnur regla sem skiptir máli við að bjóða heim heilugum anda að kenna sanna kenningu. Merking þessa sú að trúarlegt nám okkar og fræðsla séu rótföst í orði Guðs og þeir hvorki oftúlkum né getum okkur til það sem drottin hefur enn ekki opinberað. Þess í stað einblínum við á nauðsynlega og eilífar reglur sem gera andanum kleift að vitna sannleikann.
Enn og aftur við fylgjum fordæmi frelsarans. Hann sagði, kenning mín ekki mín, heldur hans sendi mig. Sönn kenning fyrirfinnst í ritningunum og kenningum nútíma spámanna. Áminning drottins að nema ritningarnar bæði í einu rúmi og með fjölskyldunni og sækja kirkju í hverri viku til að læra fagnarindi hans undraverð umgjörð til að læra kenningar hans og hlýða á rödd hans. Við leitum í ritningunum til að skilja frásögnina, reglurnar og þær kenna og beitingu þessara sanninda í lífi okkar. Hvílík blessun hafa ritningarnar innan seilingar. Ímyndið ykkur Adam og Evu abinandi, jafnvel meistarkennaran Jesú Krist heimsækjað heimili okkar eða bekki til að kenna okkur. Þau geta það þegar við endurnærumst af orði Guðs. Við getum með stöðu átaki lært að skilja og elska ritningarnar og treysta því að þær hafa svör við spurningum sálarinnar. Áður en við giftum okkur var tímabil þar sem eiginkona mín Kristi átti í erfiðleikum með að finna fyrir elsku himnesks föður og skilja áætlun hans fyrir sig. Þegar hún baðst fyrir leiðsögn fékk hún hugboð að hún ætti að fara í trúarskóla eldri deildar, því skráði hún sig í námsbekk í Nýja testamentinu. Aðferðir trúarskólakennarans hennar við að kenna úr ritningunum, jafnvel það sem hvernig hann hélt á þeim, sýndi hve mjög hann unni orði Guðs. Þegar hún tók þátt hvísla heilur andi að henni, það væri eitthvað í ritningunum sem hún þurfti á að halda. Bændum þykja kennarans á ritningunum og innblástur heilags anda vöktu hjá henni þrá til að hefja ítarlegt nám á orði Guðs, sem var ævinlangt ferðalag, djúprar trúarbreytingar og helgaðar af þjónustu. Að lokum, eins og að kenna að hætti frelsarans leggur til, ætti kennsla okkar á nám alltaf að beinast að Jesú Kristi. Við getum talað oftar og lotningafyllra hann og leita fleiri tækifæri til að gefa vitnisburð, sína þakklæti og elsku okkar til hans. Við getum haft anda hans með okkur í hvaða umhverfi sem við minnumst hans. Ein leið til að hafa Jesú Krist sem þungamiði í kennslu okkar að leggja áherslu á að hann sé hið fullkomna fordæmi, holdgervingur og tjáning allra regluna fagnaðarindisins. Jafnvel þegar ekki beint vísa til hans í frásögn ritninganna, getum við samt bent á hann sem dæmi þá reglu sem kennd Við gætum einfaldlega spurt, getið þið hugsað það þegar Jesús Kristus sýndi þessa reglu? Getum líka einblínt á hann með því að læra titla hans, hlutverk og eiginleika og leitast við að læra ekki aðeins það sem hann hefur gert, heldur skilja betur hver hann Þegar þið lærið til dæmis regluna iðrun mikilvægt að skilja hvernig á að iðrast. Það líka nauðsynlegt að muna hvað Jesús Kristur hefur gert til að gera iðrun mögulega og að skilja hvað iðrun kennir okkur hann, hans sanna eðli og eiginleika. Það segir tækifæri okkar til að iðrast kærleika hans, þolinmæði og miskunn, trú hans á guðlega möguleika okkar, húsleika hans til að friðþægja fyrir syndir okkar og gleðina sem hann finnur í fyrirgefningu. Það að skilja titla hans svo sem Guðslamb, lausnari og læknis hjálpar okkur til að skilja að iðrun boð hans hreinsa, breyta og lækna okkur. Það að einblína á það sem hann hefur gert fyrir okkur og hvað það segir hver hann getur hjálpað okkur að hafa trú til iðrunar. Stundum sjáum við ekki strax eiginleika frelsarans útskýrða í frásögn ritninganna. Þegar við til dæmis lesum bátasmíði Nefís, gætum við einblínt aðeins Nefi. En ef við einblínum frelsarann, getur það hjálpa okkur að skilja að þessi heimild var ekki varðveitt til að kenna okkur mikilvæga Nefís, heldur til að sýna okkur mikilvæga Guðs, að hann veitir okkur styrk til að halda boðorð sín og frelsa okkur á neyðarstundu. Getum einnig lagt áherslu á lykilhlutverk Jesú Krists í hinni fullkomnu sælu áætlun himnesks föður. Það getur breytt gangi lífs okkar að sjá aðstæður okkar út frá sjónarhorni hinnar eilífu áætlunar Guðs í stað þess að sjá áætlunina út frá sjónarhorni stundlegra andstæðna okkar. Fagnaðarindið ekki kröfulisti, þar góðu fréttarnir að Jesús Kristus sigraði synd og dauða. Það með aðgengi að undursamlegri náð hans með því að halda sáttmála okkar við Guð að við getum lifað hamingjusamlega núna og búið okkur undir líf með föður okkar á himnum í eilífðinni. Þegar við lærum að líta til himnesks föður og frelsarans í ritningunum, munum við kynnast þeim betur og sjá elsku þeirra og áhrif verða tíðari og kraftugri í lífi okkar.
Ég mun ætíð minnast andans sem ég fann sem unglingur þegar kennarinn okkar kenndi síðustu dagana í lífi frelsarans. Hjálpa okkur að skilja mikilvægi atburðina í loftsalnum, Getsemani, Golgota og tómu gröfinni. Hann miðlaði innilegu þakklæti sínu fyrir frelsarann og djúpri þrá sinni til að fylgja honum. Kennsla hans var boðað til heilags anda að bera vitni Jesú Krist. Andinn sem ég fann í kennslustundinni dýpkaði trú mína og jók elsku mína og þakklæti til frelsarans. Áhrif þess kennara hafa fylgt mér alla ævi. My entire life. As was said of another teacher. Eins og sagt var annan kennara, við gátum iljað höndum okkar með trúareld hans. Þegar við einblínum Jesú Krist á heimili okkar á kirkjusamkomum, kennum kenningar hans og lærum af kostgæfni, bjóðum heilugum anda að dýpka trú okkar á Jesú Krist og hjálpa okkur að verða líkari honum sem markmið allrar trúarkennslu og náms. Ég þakklátur fyrir kennara í lífi mínu, allt frá góðum foreldrum, staðleiðtogum og kennurum til þeirra karla og kvenna sem hafa verið kölluð til að kenna og bera vitni frá þessum ræðustól til að hjálpa okkur að þekkja og fylgja Jesú Kristi. Og ég þakklátur fyrir heilagan anda, hinn fullkomna kennara. Það er fyrir heilagan anda sem ég veit að himnesku Faðir elskar okkur og hefur fullkomna áætlun fyrir okkur, að Jesús Kristur, frelsari og lausnari heimsins og að fagnaðarerindi hans og kirkja hafa verið endurreist. Ég vitna í þakklæti þetta í nafni Jesú Krists. Amen. I
Thank you, choir, for your testimony through that new hymn. Þakka kortu fyrir Bread of life, living water fills my í nýju sakramenti sálmu lífsins brauði lífsins vasslind fyllir sálmina. Ein lína sálsi segir, við hans altari nú krýp ég, iðrandi með hjartans mál. Skilningu minn á þessum orðum dýpkaði stuttu eftir að fjölskyldu okkar fór frá Newbury Park í Kaliforníu til að þjóna í Odin trúboðinu Utah árið 2015. Við fekk boðum að skóla Hill flugherstöðina í Layton í Utah. Ég hafði aldrei komið á herstöð. Ný hafði ég hitt herprest eða karla og konur sem vinna að því að tryggja öryggi og vernd landsins þeirra. Herpresturinn harp líkt á þúsundir annarra sjálfboðaliða og atvinnuprestar sem þjóna í fangelsum, sjúkrahúsum og herstöðum allan heim veitti mér innblástur og uppörvun. Síðasta stoppistöð okkar á herstöðinu var helgidómurinn. Ég spurði herprestinn hvort hann sæi guðsþjónustu fyrir alla sem vildu íhuga, biðja, hugleiða og tilbiðja. Hann gekk fram með kapellunar og dró kross fram fyrir gluggatjöldin. Hann sagðist hafa notað krossin í mótmælanda og kaþólskum guðsþjónustum. Ég spurði hvað hann notaði fyrir gyðingabræður okkar og systur. Hann fór yfir á hina hliðina á framveggnum og dró upp Davíðstjörnu. Ég spurði þá, hvað gerir þú fyrir þjónustu síðari daga heilagra? Hann ýtti þessum táknum frá sér og benti á stóra tréaltarið í miðjum helgidóminum. Hann sagði að meðlimi kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu tækju til sakramentið og blessuðu brauðið og vatnið á altarinu. Ég spurði hvort því stóra altarið sem virtist fast hefði verið fjarlægt fyrir guðsþjónustu gyðinga, múslima, kaþólskra og hópmannandabræður okkar og systur. Hann sagði að altarið vera fast. Nokkur af þessum trúarbröðum nota altarið einnig og eitthvað hátt. Abraham reisti altarið batt Ísak og var tilbúinn að fórna einkasyni sínum. En höndin hans var enda stöðvaðist og hann lýsti yfir eins og drottinn hefur lýst yfir, hér er ég. Verst oft hefur mikli ég er eða einn af spámunum hans búið sig fram, hér er ég. Í fjallræðu sinni bauð frelsarinn okkur að sættast við bræður okkur og systur áður við nálgust altarið. Allt kenndi að við erum helguð við altarið með friðþægingarfórn Jesú Krists. Spámaðurinn Lehi yfirgaf húsið og aðra dýrmætar eigur. Og svo bara við hann reisti altari, færði drottni fórn og flutti drottni vörum þakkir. Biblían og Mormónsbók kenna okkur að tilbiðja son Guðs við altari. Hvers vegna? Okkar fyrstu foreldrar Adam og Eva byggðu og tilbáðu við altari. Eftir að þeim hafi verið útýst út úr Edengarðinum og þau höfðu tilbeðið í marga daga, birtist engill og spurði hjartnæmar spurningar. Hvers vegna færið þú drottni fórnir? Adam svaraði, ég veit það ekki. Viðbrögð engilsins við auðmjúkri játningu Adams eru ótrúleg. Þetta í líkingu við fórnar hins eingetna föðusins. Þess vegna skalt þú gjöra allt sem þú gjörir í nafni sonarins og þú skalt iðrast og ákalla Guð í nafni sonarins að eilífu. Sakramentsborðið og altarið í musturinu munu tákna fórn Jesú Krists og óendanlega friðþægingu hans. Þegar við gerum og heiðrum sáttmála okkar meðtökum helgiathöfnir sakramentisins í kirkjunni og musterisgjöfin og innsiglinguna tengist við frelsaranum og hljótum aukin aðganga miskun hans vernd, helgun, lækningu og hvíld. Miskun og vernd. Sem 15 ára ungu maður man ég eftir að spurt pappa hvort ég mætti sleppa sakramentissamkomunni bara einn sunnudag í janúar vegna sérstaks amerísks fótboltaleiks. Hann sagði ég væri nógu gamall til að taka þá ákvörðun sjálfur og bað mig að íhuga eitt ráð. Hann sagði þú velur að hafna því einu sinni þá voru auðveldur að gera það aftur. Hann Satan freistar okkar þegar við síðan verðallega ströymi. Þegar við verjum tíma í samfélagi við hann höfum við loforð að geta frelsast frá Satan. Þegar við síðum höldum sáttmála okkar gæðir hann okkar síðum græðandi og styrkjandi mætti. Ókveð ég met mikils á reynslu að eiga samskipti við frelsaran gegnum sáttmála sem gerður við heilög altari. Að byggja upp skilning og eilífri friðþægingu frelsarans
orð á orð ofan og setning á setning ofan, veitir andlega bólusetningu gegn vélabröðum óvinarins. Ungi og öldungurinn Jaggi í Mexíkó, Súster, Jaggi í Belgíu og aðri trúboðar allan heim eru mun líklegri til að sjá vini sína gera tilkalli blessana skírnar og að meðtaka gjöf heilags anda ef vini þeirra sækja sakramenti samkomu innan fyrstu vikunar eftir að þeir hafa verið í sambandi. Ungt fólk í Tonga eða Samóa mun líklegra til að vera innsiglað í húsi drottins ef það hefur undirbúið sig fyrir og hlotið musterisku sína stuttu eftir útskjöftu skóla. Musteriskjöfin eru meðlimir hvattir til að lifa eftir, hlýða og halda 5 lögmál sem veita þeim kraft og vernd. Þegar við gerum sáttmála við drottin myndast gagnkvæmt samband. Við sýnum honum hollustu okkar og kærleika. Styrkur okkar og kraftur vaxa með sérhverju loforði sem gert og haldið. Þegar við krjúpum auðmuglega og tákgrænt við altari drottins, þá það tækifæri til íhugunar. Að láta frokka okkar og auðmyggja okkur. Áður fór út með vinum mínum sem unglingur sagði móður mín oft. Mundu hver þú ert og láttu endilega vita þegar þú kemur heim. Kvöld lét ég ekki vita vegna þess að ég kom úr seint heim. Ég sá eftir því að mista þessu mikilvægu augnablikum með mömmu. Í dag hlakka ég til slíkra stunda með himneskum föður. Þegar ég krýp í bæn við hliðin á rúminu mínu eða saman með fjölskyldunum minni, sé ég fyrir mér sjálfa mig krjúpa við altarið, hugleiða og skoða líf mitt. Ég hugsa sakramentið, jafnvel heilu brauðbitana, brotna og rifna fyrir okkur, sem hver og einn tákn drottin og broti líkama frelsar okkar. Þetta minnir mig á kennslu Dalins H. Oaks forseta að hver brauðbiti sé einstakur, rétt eins og einstaklingarnir sem neita hans eru einstakir. Þegar ég krýpi í bæn, hugsa ég hvernig ég get gefið Guði vilja minn. Öldungur David A. Bednar kendi, helgi atom sakramentisins heilagt og endurtekið boð að iðrast einlæglega og til að endurnýjast andlega. Svo athöfn að meðtaka sakramentið ein og sér fyrirgefur ekki syndir. Ef við hins vegar undirbúum samviskusamlega og tökum þátt í þessari helgi athöfn með sundukram í hjarta og sáriðrandi anda, lofa drottin að við getum ætíð haft anda drottins með okkur. Með hreinsandi kraft heilags anda sem stöðum á förunaut getum við ætíð viðhaldi fyrirgefningu synda okkar. Þegar ég og Ami lítum á náið á lífsreynslu okkar, fögnum við gjöf fullkomins kærleika og fórnar Jesú Krists. Við sjáum líka hvernig heift vítis hefur lausan taum. Hvernig getum við sigrast á fordómum, kvíða, þunglindi, krabbameini, sykursýki, einelti á netinu, stólinni sjálfsmynd, glötuðu meðgöngum og missi barns, bróður og föður. Vegna þess að Jesús drakk af hinum hryllilega beiska bikar heiftar fyrir mig, fyrir fjölskyldunum mína og fyrir okkur öll. Beiski bikar sem hann drakk af í Getsemanigarðinum og þjáningar hans sem mögnuðust á krossinum á Golgata ger okkur mögulegt að leggja þið brotlega, hið heiftulega og hið hryllilega á altari drottins og láta helgast fyrir móttöku heilags anda, alltaf. Systir Patricia Holland sagði, innilegasta bæn mín fyrir ykkur og mig í dag að við gefumst honum algjörlega. Leggjum okkur á altari loforða og friðar Guðs, hvar sem við erum stödd og hvað sem við höfum gert. Þegar við komum að altarinu erum við ekki að vinna okkur í umbun, við erum að læra gjafaran. Í þeim lærdómi og sáttmálsbindingu að finna lækningu. Nefi sagði, hann fyllt með elsku sinni, jafnvel uns mér fannst sem hold mitt brynni. Og okkar elskaði frelsari bauð. Viljið þér ekki snúa til mín og iðrast synda yðar og snúast til trúar og ég megi heila ykkur. Þegar elstu 2 dætur mínar, Mackenzie og Emma voru litlar, var ein af uppáhaldssögum þeirra sagan Narníu. Ljónið og nornin á fataskápinu, við erum öll hugfangin mikla ljóni Aslan. Eitt eftirminnilista kvöldið okkar við lestu bókarinnar var þegar hið mikla ljón gaf líf sitt fyrir Edmund.
Eftirminniligt því foreldrar og dætur felldu tár þegar líf Jónsins var tekið á steinborðinu á Hvítunorninu. Eftirminniligt því vonin hélst þrátt fyrir harmleikinn, þar til stórkostlega gerðist. Gleði og pómuð í litla Seltjarnarvíkin þar Aslan reisum frá dauðum. Ef nornin vissi hérna sönnu merkingu fórnar, þá hefði hún vitað ef var fúst fórnarlamb sem ekki hefur fram með svik dægist að svikara, þá myndi steinborðið springa og dauðinn sjálfur byrja að leysast upp. Jesús Kristur læknar öll sár, Jesús Kristur gerir það mögulegt að lifa aftur. Í ræðu sínu á Aðalráðsstofnun í október 2022 sagði Rosalind Nelson forseti frá hópi ferðamanna sem kom á opið hús í Musteri. Ungur drengur var þar, hann kenndi. Þegar hópurinn kom inn í Musteri skjafasalinn benti drengurinn á altarið þar sem fólk krýpur til að gera sáttmála við Guð og sagði: Ó, þetta er huggulegt. Á þessum stað getur fólk hvílt sig á Musterisferðalaginu sínu. Hann hafði líklega ekki hugmynd hin beinu tengsl á milli þess að gera sáttmála við Guð í Musterinu og þess að dásamlega lofors frelsarans. Komið til mín öll þér sem erfið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér og þá munum þið finna hvíld sálum yðar. Já, mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Mannssonurinn á hvergi höfði sína halla, samt bauð hann lærisveinum sínum að sakramentisborðinu til að hvílast með sér. Þegar auðmjúkar sálir krjúpa við altari, ríki friður. Armar frelsar okkar eru útréttir, borð hans yfirfullt, komið og tilbyðið son Guðs við hans helgu altari. Í nafni Jesú Krists. Amen. My dear brothers and sisters, lately I've been reflecting on three powerful truths from the restoration. Undanfarið hef ég að hugleiða þrjú áhrifamikil sannindi frá endurreisninni. Þessi sannindi hafa blessað líf mitt innilega. Í dag ætla að miðla ykkur þessum sannindum sem hafa leitt mig í átt að öruggu vitni fagnarins Jesú Krists. Númer 1. Guð er okkar kærleiksríki faðir á himnum. Hann er alveitur allmáttugur. Áhrif hans eru hvarvetna fyrir ljós Krists og þjónustu heilags anda. Það er í eðli hans að blessa okkur. Hann sér fortíð okkar, nútíð og eilíf örlög. Ekkert fær dulist honum. Boð Russell M. Nelson forseta að hugsa himneskt hvetur okkur til að líkja eftir hugsjón og eðli himnesks föður. Vegna sinna guðlega eiginleika sér himnesku faðir okkur fyrir öllum góðum gjöfum sem hver hefur hans eilífu hugsjón og yfirsýn í huga. Númer 2. Sjálfræði er gjöfin til að velja og framkvæma sjálfstætt. The responsibility to choose well. Jesus Christ paid the ultimate price for that privilege with his precious blood. Sometimes það er einnig ábyrgðin að vanda val sitt. Jesús Kristur galt endanlegt gjald þeirra forréttinda með sínu dýrmæta blóði. Stundum getum við trúað í sjálfræði felst að við getum gert hvað sem við viljum, en svo staðreynd er að gjaldið var greitt því að sjálfræði er heilagur gjöf. Með sjálfráð og sem sjálfráð beðum við ábyrgð á einhverju. Í því samhengi erum við ábyrgð fyrir vali okkar, byggt á þeirri þekkingu sem við höfum og þeim gjöfum sem okkar eru gefnar. Við getum ekki tekið ákvarðanir án þess að afleiðingar fylgi þeirri ábyrgð. Af hverju höfum við sjálfræði? Til að velja hið góða, til að velja Krist, að velja eilíft líf, aftur og aftur. Númer 3. Vitnisburður okkar hlýst fyrir kraft heilags anda. Vitnisburður frá heilum anda er meira en að vera sjónamáttur. Hann er æðsti vitnisburður föðurinn og soninn. Nelson forseti kenndi að komandi tíð verði ekki mögulegt að komast af andlega án þess að njóta handleiðslu og huggunar og stöðugra áhrifa heilags anda. Bræður og systur, þetta ástæði þess að við þögnumst öll kraftar heilags anda á okkar tíma. Vitnisburður getur borist með heilagum anda á marga vegu. Hann getur hlotist dramatísk og skyndilega líkt og þegar kveikti á ljósaperu í dimmu herbyggi. Hann getur komið sem sólarupprás, smám saman og yfir tímabil. Hann getur komið eins og ljósgeisla, sleitrótt snerting við hreina vitsmuni. Hver sem leiðin er, þá berst hún með heilagum anda. Ég ólst upp á hinni fallegu Jamaiku. Það var skemmtilegt og yndislegt.
En þegar ég byrjaði í grunnskóla, í framhaldsskóla, skildu sum bekkjarfélagar mínir ekki og vinir, ekki þá aukvörð mína að vera meðlimur kirkju Jesú Krists. Hvernig gastu gengið í þessa kirkju, spurðu þau. Hvernig gastu trúa þessari sögu með tilvísinu fyrsta sína? Hvernig gastu lesið þessa bók með tilvísun í Mormonsbók? Trúið þessu virkilega? Og af hverju ertu að sóa lífið þínu? Þetta var sárt, einhverjum þegar það kom frá fólki sem ég þótti vænt um. Það sem það vissi þó ekki var þetta. Ég hafði upplifað heilagan anda. Þegar sá vitnisburður fyllti hjarta mitt, dró úr sársauka dagana og eitt andartak ég lyftir leit, ég ljósin hins blíð. Tilvill hafið þið verið spurð álíkra spurninga. Tilvill dynja á ykkur slíkra spurningar einmitt núna, eins og hjá mér. Gjöf og vitnisburður heilags anda stendur öllum til boða. Jamaica fyrir mér eins og Palmyra var fyrir Joseph Smith. Hún minn helgilundur. Ég veit ekki nákvæmlega hvar Joseph kraup til að byggjast fyrir í lautunum helga, en ég veit nákvæmlega hvar ég var þegar minn helgilundur var það veruleika. Það gerðist í baðherbergjum mínu í Foreground Road, Mandeville, Jamaica, klukkan 6 að morgni, 3 árum eftir skírn mína. Þessi helga upplifun gerðist vegna þess að 2 vikum áður hafði innblásin systurtrúboði búið mér að lesa Mormonsbók. Systir Audrey Krause á þessari ráðstefnu í dag með fjölskyldu sinni og ég mun að eilífu elska hana. Sú upplifun breytti mér. Bræður og systur, vitnisburður ekki gefin til tímabundinna nota. Þessari gjöf frá kærleiksríkum himneskum föður ætlað að vera eilíf, því gjafarinn eilífur. Vitnisburður ætti ekki að hafa úreldingadag. Hann ætti ekki að veikjast eða minnka vegna þess að eitthvað í lífi mínu hefur breyst eða eitthvað í heiminum hefur breyst. Hann ætti að styrkjast vegna þess að persónulegur vitnisburður minn eins og hjá þónum í dæmisögunum talendurnar gjöf sem margfaldar á, en ekki grafa. Ég lít tilbaka á þessa erfiðu daga, prófrauna og ofsókna sem ég tókst á við sem barn. Það hjálpa mér að komast á þann stað að vita fyrir mig sjálfan. Ég trú ekki aðeins, vona eða treysti, jafnvel þótt það sé mikilvæg trúa á sáðkorn á veginum til öruggs vitnis. Ég hrós ykkur fyrir að fara eigin leiðir með því að spyrja spurninga, læra, biðja, fasta og íhuga. Látið ekki af því. Það alls þess virði að ganga þeim vegi til vitnisburðar. Hverjum eða hverju munið þið leyfa að taka það í burtu? Hvaða stærri vitnisburð getið þið fengið en þann sem frá Guði kemur? Sérhver sonur og dóttir Guðs getur öðlast dýpri, staðfastari og öruggari þekkingu fyrir sig sjálfan eða sjálfa. Getum líkt á Joseph Smith sem staðfesti vitnisburð sinn, þrátt fyrir mótlæti sagt hugdjarflega, ég vissi það og ég vissi að Guð vissi það og hvorki gat neita því, ég þorði að gera það. Kæru bræður og systur mínir, láti hina smáu sáðkornsspíru vitnisburðina í ykkur, það hún vex upp verða eilífri, dýrlegri og öruggri þekkingu. Ef þið skýrir og staðfestið meðlimir kirkju Jesú Krists hina síðari daga heilugu en eigið enn erfitt með, ég veit ekki hvort ég viti, munið þá þetta loforð í sakramentisbæninni, svo að andi hans sé ætíð með þeim. Sökum þessa loforðs getur hvert okkar fylgt vegi vitnisburðar og örugrar þekkingar. Hér stórbrotin sannleikur. Hvernig sem vitnisburður gefinn, hvort sem hann vex eins og sólarupprás eða kemur í dýrlegri sín, þá krefst hann þess samt að við veljum að taka á móti þessari dýrmætu gjöf. Að segja, ég vel að trúa, auðveldar manni að meðtaka vitnisburð frá Guði. Ef við finnum vitnisburð okkar veikjast,
Þá í huga að það það sem við veljum sem dregur úr áhrifum vitnisburðarins. Vitnisburðurinn hefur hins vegar ekkert farið. Við þurfum bara að velja að tengjast honum aftur. Að velja að trúa skynsamleg og áhrifarík leið til að nota sjálfræði ykkar. Ég fæ ekki séð betri leið til að nota sjálfræði mitt en að verja vitnisburð minn. Nelson Forseti kendi: Ég bið ykkur að axla ábyrgð á vitnisburði ykkar. Vinnið fyrir honum, gerið hann að ykkar eigin, hlúið á honum, endurnærið hann, svona styrkist, nærið hann með sannleika. Mér finnst orðin axla ábyrgð, vinna fyrir, hlúa að, endurnæra, styrkja, hljóma eins og höfða sér til sjálfræðis þess sem falin að ráðmennska yfir einhverju dýrmættu og mikilvægu. Á fyrstu árum kirkjunnar var Parley P. Pratt ósáttur við spámanninn Joseph Smith og valdi að gagnrýna hann og kirkjuna. Þegar John Taylor, sem Parley kendi fagnarindi, kom bæinn, fór Parley afstíðis með hann og varði hann við því að fylgja Joseph. John Taylor sagði Parley: Áður þú fórst frá Kanada, gafst þú sterkan vitnisburð að Joseph Smith væri spámaður Guðs og sagðist vita þetta með opinberun og gjöf heilags anda. Ég hef nú þennan sama vitnisburð sem þú gladdist þá yfir. Ef verkið var sannleikur fyrir 6 mánuðum, þá er það sagt í dag. Hafi Joseph Smith verið spámaður þá, er hann spámaður núna. Ég ber vitni að Joseph Smith var spámaður Guðs og spámanns mörtullinn sem hann hlaut er enn við lýði á okkar tíma. Jesús Kristur leiðir þetta verk. Ég býð ykkur að hugsa leið ykkar að öruggu vitni Jesú Krist og fagnarindi hans. Axlið ábyrgði á vitnisburði ykkar. Notið sjálfræði ykkar skynsamlega og viðurkennu gefandann og alla hans dýrlegu eiginleika. Ég ber vitni að krafturinn býr innra með ykkur. Enginn getur valið fyrir ykkur. Enginn getur tekið þessa gjöf í burtu. Þið getið valið að trúa. Ég lofa að þegar þið gerið þetta, mun vitnisburður ykkar verða eins að lind lifandi vatns. Ég sprettur fram til ævarandi lífs. Hann verður akri og hvati og mun styðja ykkur í gegnum erfiða tíma. Hann mun gera ykkur kleift að þróa andlega gjafir. Hann mun hjálpa ykkur í persónulegri þjónustu ykkar. Hann mun verða vopn gegn Satan og andstæðingum ykkar. Vitnisburður ykkar verður gleðiríkur þið sjáið hann endurspeglast í börnum ykkar, barnabörnum og barnabarnabörnum og þeim sem þið elskið og þjónið. Hann verður áhrifamikill þegar þið miðlið honum, notið hann til að bera vitni. Ef þið vitið eitthvað, þá vitið það. Ég veit að ég veit. Við þurfum fleiri örugg vitni Jesú Krist og fagnarindi hans. Komist þangað, leitið hans. Það er brýnt. Þetta lokar ráðstöfunum í fyllingu tímana. Jesús Kristus lýsti yfir þessum sannleika. Heiminn og jörð mun líða undir lok, en orð mín mundi aldrei undir lok líða. Bræður og systur, vitnisburður Jesú Krist var aldrei ætlað að vera stundleg gjöf. Ekkert við hana er stundlegt. Ekki gefandinn, ekki gjöfin sjálf, ekki sá sem færi gjöfina, ekki sá sem gjöfin snýst Megi vitnisburði ykkar verða lýst á þennan sama hátt. Þótt heiminn og jörð mun líða undir lok, mun vitni ykkar og vitnisburðum fagnarindi Jesú Krist ekki líða undir lok. Nú er tíminn til að taka á móti þessari dýrmætu gjöf. Í nafni Jesú Krist. Amen. As directed by Brother Saunders, the congregation will join with the choir Eins og leiðbeint verður af bróður Saunders mun safniðurinn syngja lausnari minn lifir með kórnum. Við hlýðum síðan á öldum Gerrit 12. gang í 12 postularsveitinni og eftir honum kemur Michael Sísla af hinum 70. This is the Saturday afternoon session of the Þetta útsending laugardags síðdegis hluta 195. síðari aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krist sína síðari daga heilugu.
For 50 years, 50 ár I have studied, hef ég kynnt mér menningu, including þar á meðal menningu fagnaðarerindisins. began Ég byrjaði á spádómskökum. in San Francisco's Chinatown. Í Kínahverfi San Francisco lauk kvöldverði gongfjölskyldunar með spádómskökum og fallegu orðatiltæki eins og ein lengsta ferð byrjar með einu skrefi. Fortune cookies. Wearing white cotton gloves, I folded Þegar ég var ungur fullorðinn maður þá bakaði ég spádómskökur í hvítum bómullarhanskum, mótaði ég kringlóttar smákökurnar í rétt form þegar þær komu heitar úr ofninum. Mér til undrunar komst ég að því að spádómskökur eru ekki upprunnar í kínverskri menningu. Til að aðgreina kínverska, bandaríska og evrópska spádómsköku menningu leitaði ég að spádómskökum í mörgum heimsálfum. a forest fire. Alveg eins og maður myndi nota marga staði til 3 punkta mæla skógarelda. Serve fortune cookies. Kínverskir veitingastaðir í San Francisco, Los Angeles og New York bjóðaði upp á smákökur, Only American spádómskökur en ekki í Peking, London eða Sydney. Aðeins Bandaríkjamenn fagna alþjóðlega spádómskökudeginum, aðeins kínverskir auglýsingar American. bjóða upp á alvöru bandarískar spádómskökur. Fortune cookies are a Spádómskökur eru skemmtilegt einfalt dæmi, en sama reglan og gildir við að bera saman menningarhefðir í mismunandi aðstæður getur hjálpað okkur að greina menningu fagnaðarerindisins. Lord is open Og nú býður Drottinn upp á ný tækifæri til að læra menningu fagnaðarerindisins, as Book of Mormon. líkingasögur, vormannsbókar og dæmisögur Nýja testamentisins eru að uppfyllast. Everywhere. Allstaðar fólk að flytja. United Nations Sameinuðu þjóðirnar greina frá 281 miljón alþjóðlegs faransfólks. is 100 Þetta eru 128 miljónum fleiri einstaklingar en árið 1990 and more than og meira en þrefalt fleiri en áætlað var árið 1970. everywhere. Allstaðar metfjöldi trúskiptinga að finna í kirkju The Church of Jesú Kristina síðara daga heilugu. every Á Sabbath. hverjum hvíldardegi koma meðlimirnir og vinirnir frá 195 fæðingarlöndum og landsvæðum saman í 31.916 kirkjusöfnuðum. We speak. Við tölum 125 tungumál. Recently in Albania, Nýlega varð ég vitni að 9 meðlimum í Albaníu, Kosovo, Norður Makedóníu, Kosovo, Þýskalandi og Sviss uppfylla líkingasöguna olífutréð úr Mormonsbók. in Jacob Í Jakob 5 styrkja herra vingarsins og þjónar hans bæði rætur úr olífutrjáa og greinar þeirra með því að safna og græða þær saman frá ólíkum stöðum. locations. Today, Á okkar tíma safnast börn við saman in Jesus. sem eitt í Jesú Kristi. Lord offers Drottinn býður okkur undraverða náttúrulega leið til að útvika lifandi fyllingu okkar á hinu endurreistu fagnaðarendi hans. preparing us for the kingdom of heaven. Jesús býr okkur undir himnaríki þegar hann segir okkur dæmisögurnar hina miklu kvöldmáltíð og brúðkaupsveisluna. Invited guests make Í þessum dæmisögum afsaka boðskertandi sig frá því að koma og húsbóndinn býður þjónum sínum að fara fljótt út á stræti og götur borgarinnar og stíga og vegi til að leiða hingað fátæka, örkumla, blinda og halta. Andlega séð það hvert og eitt all okkar. nations shall be invited unto a supper of the house of Litningarna lýsa yfir öllum þjóðunum skal boðið til kvöldverðar í húsi drottins, greiðið veg drottins, svo að ríki hans breiðist út á jörðinu og íbúar hans megi veita til viðtöku og vera viðbúnir komandi dögum. today. Í dag koma þeir To the supper of the Lord sem boðið er eitt, culture. boðið er til kvöldverðar drottins frá öllum stöðum og menningum. Aldnir og ungir, ríkir, fátækir, staðbundir og alþjóðlegir. Við látum kirkjusöfnið okkar líta út eins og samfélag okkar. Chief apostle Sem aðalpostuli open a vision. sjá Pétur himini ljúka upp sín af stórum dúki og 4 skautum, þar voru á allskins dýr. Og Pétur kendi, Guð fer ekki manngreinarálit. Drottinn tekur opnum örmum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverrar þjóðar sem er. Worketh righteousness is accepted with him. Í dæmisögunni
Miskunnsama samverjan býður Drottinn okkar að koma til hvers annars og til hans í kistuhúsi hans, í kirkju hans. Hann býður okkur að vera nágrannar. Miskunnsami samverjinn lofar að koma tilbaka og endurgjalda umönnun þeirra sem á kistuhúsi hans eru. Að lifa eftir fagnaðarerindi Jesú Krists felur í sér að gera pláss í hinni endurreistu kirkju hans. Andi þess að það sé rúm í kistuhúsi felur í sér enginn situr einn. Þegar þið komið í kirkju og þið sjáu einhvern setja einan, viljið þið þá endilega heilsa upp á hann og setja hjá honum eða henni. Þetta kannski ekki ykkar venja. Ef til vill lítur einstaklingurinn öðruvísi út og talar hann mál og allt öðruvísi en þið. Og auðvitað líkt að skilaboð spádómsköku gæti verið. Ferðalag vináttu og kærleika fagnaðarerindisins hefst með fyrstu kveðju og að enginn sitji einn. Enginn situr einn, þýðir líka að enginn situr einn tilfinningalega andlega. Ég fór með niðurbrotnum föður að heimsækja son hans. Mörgum árum áður hafði sonurinn verið spenntur yfir því að vera nýr djákni. Tilefnið kallaði hann meðal annars að fjölskyldan hans keypti fyrir hann nýja skó í fyrsta sinn. En í kirkjunni hlógu djáknarnir að honum. Skórnir hans voru nýir en ekki í tísku. Niðurlægður og sár sagði ungi djákning að hann myndi aldrei fara aftur í kirkju. Ég enn miður mín vegna hans og fjölskyldu hans. Á ríkum veginum til Jerikó hefur verið hlegið á okkur öllum, við niðurlægð og særð, jafnvel forsmáðið að svífur. Og með miklum ásetningi hefur hvert okkar einnig virt aðraða vettugi, ekki séð þá eða heyrt, jafnvel sært aðra vísvitandi. Það einmitt vegna þess að við höfum verið særð og höfum sært aðra að Jesús Kristur færir okkur í kistuhúsið sitt. Í kirkju hans og fyrir helgiatumnir hans og sáttmála komum við til hvers annars og til Jesú Krists. Við elskum og erum elskuð og þjónum og okkur þjónað. Við fyrirgefum og okkur fyrirgefið og hafið þá hugfast. Á jörðu engin sorg sem himinin fær ekki læknar. Byrðir jarðar léttast. Gleði frelsarans er raunveruleg. Í fyrsta Nefi 19 lesum við. Þeir fótum tróða jafnvel Guð Ísrael meta hann einskins, þess vegna hústríkja þeir hann og hann umber það, þeir berja hann og hann umber það, já á hann verður hrægt og hann umber það. Vinur minn prófessor Terry Warner sagði að fordómar, hústríkingar, barsmíðar og rákar hafi ekki verið atburðir sem gerðist öðru hvoru og aðeins í jarðneska lífi Krists. Framkomu okkar við hvert annað, sérstaklega þá sem eru hungraðir, þyrstir, þá sem eru undanskildir, framkomu okkar við hann. Í hans endurreistu kirkju erum við öll betri þegar enginn situr einn. Við skulum ekki bara þola eða umbera. Við skulum einlæglega taka á móti og viðurkenna, þjóna og elska. Megi hver vinur, systir og bróðir ekki vera útlendingur eða aðkomumaður heldur heimamaður. Í dag eru margir einmanna og innangraðir. Samfélagsmiðlar og gervigreind geta vakið í okkur þorsta eftir mannlegri nánd og mannlegri snertingu. Við viljum hlýða á raddir hvers annar. Við viljum tilheyra á ósvikin, hátt og góðvild. Það eru margar ástæður fyrir því að okkur finnst þið ekki passa í kirkjuna. Að í óeinlegri merkingu þá sitjum við ein. Við gætum haft áhyggjur af framburði okkar, fötum og fjölskyldu aðstæðum. Ef til vill finnst okkur við vera ófullnægjandi, reykingalyktir af okkur, við þráum siðferðilegan hreinleika, við höfum hætt með einhverjum og erum særð og vandræðileg, höfum áhyggjur af einni eða annari stefnu kirkjunar. Við erum kannski einhleif fráskilin eða ekkjur eða eklar. Börnin okkar eru háar, við eigum engin börn, við þjónum ekki, í trúboði eða komum snemma heim. Listin endalaus. Mósja 1821 býður okkur að tengja hjörtu okkar og böndum elsku. Ég býð okkur
til að hafa minni áhyggjur, dæma minna, gera minni kröfur til annarra og að vera minna óvægin við okkur sjálf þegar þörf krefur. Við sköpum ekki Síón á einum degi. Hvert halló, hver ný bending færir Síón hins vegar nær. Við skulum treysta Drottni meira og velja af gleði að halda boðorð hans. Kenningarlega er það svo að enginn situr einn á heimili trúa og samfélag sinna heilugu vegna sáttmálsaðildar Jesú Krist. Spámaðurinn Joseph Smith kendi okkur er ætlað að líta á augum og njóta dýrðar síðari daga og leggja fram kraft okkar við það er fylling tímans kæmi er hinum heilugu Guð verður safnað saman í eitt frá öllum þjóðum og kynkvíslum og líðum. Guð gerir aðeins það sem heiminum er til góðs, til að draga alla menn og konur til sín. Hann býður þeim öllum sem einum að koma til sín og verða gæska sínar aðnjótandi og allir eru jafnir fyrir Guði. Trúarumbreyting á Jesú Krist krefst þess að við losum okkur úr viðjum hins náttúrulega manns og veraldlegrar menningar. Eins og Dallin H. Oaks forseti kendi þó eigum við að segja skilið við allar hefðir og menningaríðkun sem andstæð boðorðum Guðs og verða síðar daga heilaðir. Hann útskýrir. Það er til einstök fagnaðarerindisins mengi, gilda og ævinlega og væntanlega og hefða sem öllum meðlumum kirkju Jesú Kristi síðari daga heilu sameiginleg. Menning fagnaðarerindisins felur í sér skírlífi, vikulega kirkjusókn, að neyta ekki áfengis, tóbaks, tes og kaffis, að felur í sér heiðarleika og ráðvendi. Með þeim skilningi færist við fram á við en ekki upp eða niður í kirkjulegum stöðum. Ég læri af trúfastum meðlumum og vinum í öllum löndum og menningum. Ritningar nám á mörgum tungumálum og menningarlegt sjónarhorn eykur skilning á fagnaðarerindinu. Mismunandi tjáningamyndir kristilegra eiginleika, dýpka kærleika minn og skilning á frelsara mínum. Allir njóta blessunar þegar við skilgreinum menningarlegt eðli okkar. Líkt og Russell M. Nelson forseti kendi sem barn Guðs, barn sáttmálans, lærisveit Krists. Friður Jesú Krist er ætlaður okkur persónulega. Nýlega spurði ungur maður mig einlæglega. Öldungur gang, get ég enn farið til himna? Hann hugleiti hvort honum gæti nokkur tíman verið fyrirgefið. Ég spurði hann að nafni, hlustaði vandlega og bauð honum að ræða við biskup sinn og faðmaði hann innilega að mér. Hann fór með von á Jesú Krist. Ég myndist á unga mannin við annað tækifæri. Síðar barst mér óundirritað bréf sem hófst svona. Öldungur gang, ég og eiginkona mín höfum alið upp 9 börn og höfum þjónað í 2 trúboðum. En mér finnst alltaf að mér yrði ekki hleypt inn í himneska ríkið vegna þess að syndir mínar í æsku voru svo slæmar. Bréfið hélt áfram. Öldungur gang, þegar þú sagðir frá því að ungi maðurinn hefði aðlast vonum fyrirgefningu fylltist ég gleði. Ég gerði mig grein fyrir að kannski gæti mér verið fyrirgefið og bréfinu líkur svo á þessum orðum. Ég kann jafnvel vel við mig núna. Sáttmálsaðild dýpkar er við komum til drottins og hvers annars í gistihúsi hans. Drottin blessar okkur öll þegar enginn situr einn og hver veit, sá sem við sitjum við hliðina á gæti orðið besti spádómskökuvinur okkar. Megum við finna hann og búa honum og hverju öðru rúm við kvöldmáltið lambsins er auðmjúk bæn mín í hinu heilaga nafni Jesú Krists. Amen. Amen. 33 years ago, I received my call to serve as a missionary in the Utah Ogden Mission. Of course, coming from Europe, some local Utah traditions, like green jello with carrots and funeral potatoes, were a bit peculiar to me. Fyrir 33 árum hlaut ég köllun til að þjóna sem trúboði í Ogden trúboðinu. The sheer number of people attending church meetings and the scale of fully functioning church programs.
Þegar trúboði mínu lauk, vildi ég vera viss að gleðin sem ég upplifði og svo andlegi styrkur og þroski sem ég sá yrði einnig mögulegu fyrir framtíða fjölskyldum mína. Ég var staðráðinn í því að snúa fljótt tilbaka til að lifa lífinu í skugga hinna ævarandi hæða. Drottinn hafi þó aðrar áætlanir. Fyrsta sunnudaginn minn heima kallaði vitur biskupi mig til að þjóna sem piltafélagsforseti deildar okkar. Ég komst fljótt að því þegar ég þjónaði þessum frábæra piltahópi að gleðin sem hlýst að því að vera lærisveinn Krists hefur lítið að gera með stærð kirkjusamkomaða umfang dagskrárinnar. Þegar ég svo giftist fallegu konunni minni Margrét, ákvaðum við að gleði að vera áfram í Evrópu og alla upp fjölskyldu okkar í Þýskalandi, heimalandi okkar. Saman urðum við vitni af því sem Russell M. Nelson kendi fyrir mörgum árum. Gleðin sem við finnum hefur lítið að gera með okkar lífsins aðstæður, en þess meira með það sem við einblínum á í lífinu. Þegar Kristur og boðskapur fagnaðar eru til sanns eru þungamiðan í lífi okkar, getum við upplifað allar blessanir lærisveinsins hvar sem við búum. Í heimi sem sífellt veraldlegri, flóknari og rugningslegri, með mismunandi og oft mótsagnakenndu boðskap og kröfum, hvernig getum við þá forðast að augu okkar blindist og hjörtur herðist og við einblínum á hinn auðskiljanlegu og mjög dýrmætu atriði fagnaðarerindis Jesú Krist. Á glundróðatíma veitti Páll postuli hinum heilu í Korintu góð ráð, með því að minna þá að einblína á einlæga og hreina tryggð við Krist. Kenningar Krist og lögmál fagnaðarerindis eru svo einföld að jafnvel lítil börn fá skil í þau. Við getum haft aðgang að endurleysandi krafti Jesú Krist og hlotið alla þar andlegu blessanir sem himnesku faðir hefur fyrirbúið okkur með því að iðka trú á Jesú Krist. Iðrast láta skýrast, helgast, með gjöf heilags anda og standast allt til enda. Nelson forseti lýsti þessari ferð svo fallega sem sáttmálsveginum og ferlinu að verða trúfastir lærisveina Jesú Krists. Þegar boðskapurinn svona einfaldur, af hverju virðist áskorun að lifa eftir lögmáli Krist og fylgja fordæmi hans oft svona mikil? Það geti verið að við miskilum einfallega eitthvað sem auðvelt að ná án fyrirhafnar eða kioskgefni. Að fylgja Kristi krefst stöður og viðleitni, sífelldra breytinga. Við þurfum að losa okkur og viðjum eins náttúrulega manns og verða sem barn. Þetta felur í sér að treysta Drottni og sleppa flækjónum rétt eins og lítil börn gera. Að beita kenningu Krists á einfaldan og einbættan hátt með hjálp okkur að finna gleði í daglegu lífi, beita leiðsögn í köllunum okkar, svara summa erfiðustu spurningu lífsins og veita okkur styrk til að takast á við stærstu áskorunir okkar. En hvernig getum við á praktískan hátt innbyggt þennan einfallega í ævilanga ferð okkar sem lærisveina Krists? Nelson forseti minnt okkur á að einblína á hreinan sannleika, hreina kenningu og hreina opinberun. Þegar við leitumst að fylgja frelsarunum. Það að spyrja sér reglulega, hvað myndi Drottinn Jesús Kristur vilja í gerði? Opinbera djúpstæða leiðsögn. Það að fylgja fordæmi hans veitir örugga leið gegn óvissuna og kærleiksríkandi leiðandi hönd til að halda í daglega. Hann friðarhöfðinginn og góði hirðirinn. Hann huggari okkar og hjálpari. Hann bjarg okkar á hæli. Hann vinur ykkar og vinur minn. Hann býður okkur öllum að leita Guðs. Hann vinur, elska Guð, halda borðans og elska náungar. Þegar við veljum að fylgja fordæmi hans og sækja fram með trú á Krist, meðtaka kraft fyrir þægingar hans og minna sáttmála okkar, með kærleiku fylla hjörtu okkar, von og lækning lyfta anda okkar og í stað biturleika og sorgar koma þakklæti og þolinmæði til að bíða eftir fyrirhitnum blessunum. Stundu getum við þurft að fjarlægja okkur frá óheilbrigðum aðstæðum eða leita til fagaðila. En í öllum tilvikum getum við með því að beita einföldum reglum fagnaðarerindis önnur áskorunum lífsins að hætti Drottins. Stundum vanmetum við styrki sem við hljótum að einföldu verkum eins og bæn, föstu, ritninganámi, daglegri iðrun með því að meðtaka sakramenti vikulega og reglulegri musterisókn. Þegar okkur verður ljóst að við þurfum ekki að vinna erfitt verk og við einblínum á að beita hreinni og einfaldri kenningu, þurfum að sjá hvernig fagnaðarerindi virka dásamlega fyrir okkur, jafnvel við erfiðustu aðstæður. Við finnum styrk og traust frammi fyrir Guði, jafnvel þegar við upplifum sorg. Öldungur M. Russell Ballard hefur margsinnis minnt okkur á að það í þessum einfallega sem við munum finna gleði, frið og hamingju. Með því að beita einfalleganum sem í Kristi setjum við fólk í forgang fram með ferli og eilífs sambönd
fram yfir skammtímahegðun. Við einblínum á það sem mestu skiptir í verki Guðs til sálu hjálpar og uppgöfningar, í stað þess að festast í stjórnun hirðisþjónustu okkar. Við gerum okkur frjáls til að forgangsraða því sem við getum gert, frekar en að íþyngja okkur með því sem við getum ekki gert. Drottinn minnt okkur á. Þreytið þess vegna ekki á að gera gott, þegar þér að leggja grunninn að miklu verki, og af hinu smáa sprettur hið stóra. Hvílík kröftug hvatning til að breyta af einfallega og auðmýkt hverja sem aðstæður okkar eru. Amma mín, Marta Sjesla, var dásamlegt fordæmi til þess að gera hið smáa og einfalda svo að hið stóra yrði að veruleika. Við köllum hana Óma Sýsla. Óma tók á móti fagnaðarerindunni í litla þorpinu Selbongen í Austur-Prússlandi ásamt langkomu minni á 30. maí 1926. Unni drottni og fagnaðarerindi hans. Var staðráðin í að halda sáttmála sem hún hafði gert. Árið 1930 giftist hún afa mínum sem var ekki meðlimur kirkjunnar. Þegar hér var komið var orðið útilokað fyrir Óma að sækja kirkjusamkomur. Í bíli hans afa míns var í margra klukkustunda fjarlægð frá næsta söfnuði. Hún einbeitti sér þó að því sem hún gat gert. Óma hélt áfram að biðjast fyrir, lesa ritningar og syngja söngva Síónar. Sumi gætu hafa talið að hún var ekki lengur virk í trú sinni, en það var fjarri sannleikanum. Þegar frænka mín og faðir fæddust var ekkert prestdæmi á heimilinu og engar kirkjusamkomur eða aðgangur að helgiathöfnum í nágrenninu. Þá gerði hún aftur það sem hún gat og einbeitti sér að því að kenna börnum sínum að biðja og ganga grandvar frammi fyrir drottni. Hún las fyrir þau á ritningunum, söng með þeim söngva Síónar og bað auðvitað með þeim á hverjum degi. Fullkomlega heimilismiðu kirkju upplifun. Árið 1945 þjónaði afi minn langt heiman í stríðinu. Þegar óvinur færist nær bíli þeirra, tók Óma börnin sín 2 og yfirgef áskjær bíli þeirra til að sækja skjóls á öruggari stað. Eftir erfiða og lífshættulega ferð leituðu þau loks skjóls í Norður-Þýskalandi í maí 1945. Þau áttu ekkert eftir nema spjarirnar sem þau stóðu í. Óma hélt þó áfram og gerði það sem hún gat. Hún baðst fyrir með börnum sínum á hverjum degi og söng með þeim söngva Síónar sem hafði lært utanbókar á hverjum degi. Lífið var mjög erfitt og í mörg ár snýrist lífið einfaldlega að tryggja matur var á borðum. En árið 1955 fór faðir minn, þá 17 ára, í iðnskóla í Rendsburg. Hann gekk fram með byggingu og sá lítið skilti á útvegnum þar sem ástóð Kirkja Jesu Kristi der Heiligen der letzten Tage. Kirkja Jesu Kristi sinna síðari daga heilugu. Hann hugsaði, þetta áhugavert, þetta kirkja móður minnar. Þegar hann kom heim sagði hann Óma hann hefði fundið kirkjunu hennar. Þið getið rétt ímyndað ykkur hvernig henni hefur liðið eftir næstu 25 ár án sambands í kirkjuna. Hún var ákveðin að mæta næsta sunnudag og samfærið föðumunum að koma með sér. Rendsburg var meira en 32 kílómetra frá litla þorpinu þar sem þau bjuggu. Það kom þó ekki í veg fyrir Óma að færa í kirkju. Næsta sunnudag steg hún á hjólið sitt og hjólaði með föðum mínum til kirkju. Þegar sakramenti samkoman hófst, settist pabbi minn á aftasta bekkin og vonaði þessu líki fljótlega. Þetta var kirkjan hennar Óma en ekki hans. Það sem hann sá var ekki mjög uppörvandi. Aðeins nokkrar eldri konu viðstandar og 2 ungi trúboðar sem í raun stjórnuðu öllu á samkomunni. Svo tóku þau að syngja. Og sungu söngva Síónar sem faðir minn hafi heyrt frá því hann var lítill drengur. Og kom þú örugg Herrans heilug sveit, ó minn faðir, lofsyngið honum, að heyra þessa litlu hjörð, syngja þó söngva sem hann hafi þekkt síðan á barnæsku, snerti hjarta hans og vissi þegar í stað og án efa að kirkjan væri sönn. Fyrsta sakramenti samkoman sem amma mín fór á eftir 25 ár var samkomin mín þar sem faðir minn hlaut persónulega staðfestingu sannleiksgildi hins endurreista fagnaðarins Jesu Krist. Hann skýrðist 3 vikur síðar, 25. september 1955, ásamt afa mínum og frænku. Það eru liðin yfir 70 ár frá þessari fámennu sakramenti samkomu í Rendsburg. Ég hugsa oft Óma, hvernig henni hlýtur að hafa liðið á þessum einmannulegu nóttum. Gerð þó litlu einföldu hluti sem hún gat gert, eins og biðja, lesa og syngja. Þegar ég stend hér í dag á aðalráðstefnu og tala Óma, kostgæfni henni við að halda sáttmála sína og treysta drottni þrátt fyrir erfiðleika, fyllir það hjarta mitt með auðmýkt og þakklæti. Ekki einungis fyrir hana, heldur fyrir svo marga af okkar dásamlegu heilugu allan heim sem einblína á einfaldleikann í Kristi í sínum erfiðu áskorunum,
sem sjá eftir við litla breytingar núna en treysta því að því stóra muni gerast einhvern daginn í framtíðinni. Mér hefur læst að eigin reynslu að því smá og einfalda í fagnaðarerindinu og að einblína í trú á Krist leiði til sannra gleði, gerir mátt og kraftaverk að veruleika og veitur okkur fullvissu allar fyrirheitna blessanir muni verða veruleika. Þetta jafn samt fyrir ykkur eins og það satt fyrir mig. Með orðum öldungs Jeffreys R. Holland, suma blessanir koma fljótt, aðra seint og enn aðra kom ekki fyrir á himnum. En hvað þá varðar sem taka á móti fagnaðarindi Jesú Krist, þá munu þær koma. Þetta vitna ég einni í nafni Jesú Krists. Amen. Við erum þakklátt öllum þeim sem hafa talað til okkar í dag og fyrir hina fögru tónlist sem hefur verið flutt af hinum sameinaða trúarskóla kór og stjórnundum hans og orgeleikurum. Við minnum ykkur á kvöldhluta laugardag sem verður sendur út frá ráðstefnuhellunni í kvöld klukkan 18 að fjallatíma. Kórinn mun nú syngja Sjá handa sárin Jesú á. Loka ræðumaður þessa hluta öldungur Quinton L. Cook í 12 postula sveitinni. Þegar öldungur Cook hefur lokið máli sínu syngur kórinn Loforð helg mun halda. Loka bæn flytur síðan Emily Bell Freeman, aðalforseti stúlknafélagsins.
Thank you for that precious Þakka ykkur rendition. fyrir þennan fallega söng. Þekkt að Charles Dickens hóf klassíska skáldsögu sína, Saga tveggja borga og þeirri fullyrðingu, og þetta eru bestu tímarnir, þetta eru verstu tímarnir. Að vissu leyti það svo á okkar tíma. Við lifum á ólgutímum þegar öll jörðin í uppnámi. Nú í morgun lagði öldungur Gary E. Stevenson dásamlega áherslu á áminningu Russell M. Nelson forseta að fylgjendur Jesú Krist skuli vera friðflytjendur. Það nauðsynlegur hluti af því að skapa einingu, frið og lækningu á verstu tímum. Við lifum líka á bestu tímum sem ég legg áherslu á. Í formála fyrsta kafla kenningar og sáttmála lýsir drottin yfir að fylling fagnaðar erindisins yrði boðuð allt til endimarka veraldar. Drottin vissilega að hraða verki sínu á okkar tíma. Við ættum að vera innilega þakklátt fyrir þessa hröðun sem hefur átt sér stað og að eiga sér stað þrátt fyrir þessa krefjandi tíma. Við lifum á tíma þar sem fylgjendur drottins njóta þeirra forréttinda að heyra rödd hans og bregðast við henni með opnu huga og hjarta. Meðlimir kirkju Jesú Kristi síðardaga heilugu sem eru trúfastir frelsaranum og boðorðum hans eru að finna tilgang og djúpan persónulegan frið. Á ýmsum tímum í sögu kirkjunnar hefur orðið veruleg aukning þeirra sem hafa farið inn á sáttmálsvegi. Eitt slíkt tímabil átti sér stað á árunum 1837 til 1850. Sumir hinna fyrri postula í hinni endurreistu kirkju drottins þjónuðu í trúboði í Bretlandi. Þetta trúboð leiddi til þess að þúsundir gengu í kirkjuna og 1850 byggu fleiri meðlimir kirkjunnar í Bretlandi en í Bandaríkjunum. Á þeim tíma bauð drottin þessum heilugum að safna saman í Utah. Fjölda brottflutningur áttu sér stað. Sumir studdir af lánum úr varanlega innflytjandasjóðnum. Mér þykir vænt frásögnuna af komu mikils fjölda trúskiptinga frá Englandi og Wales til Saltvarsdalsins árið 1852. Æðsta forsætisráðið hitti hópinn við enda Emigration Canyon í fylgd lúðrasveitar Pitts Captains. Deseret News lýsti þeim sem hópi pílgrima
pílagríma sem samanstóð af systrum og börnum, gangandi sólbrendum og veðurbörnum, en þó ekki vansælum. Hjörtu þeirra voru hress og glaðvær, sem var ljóst af glaðlegum andlitum þeirra. Þegar þau fóru hjá musterisblokkinni, komið þúsundir karla, kvenna og barna saman hvaðan ef að úr borginni til að sameinast í hinnum dýrlegu og gleðlegu móttökum. Brigham Young forseti ávarpaði þau. Megi drottinn Guð Ísraels blessa ykkur. Við höfum stöðugt beðið fyrir ykkur. Þúsundir bæna hafa dag eftir dag verið fluttar í ykkar þágu til hans, sem hefur boðið okkur að safna saman Ísrael, frelsa mannanna börn, með boðun fagnaðar erindisins og búa þau undir komu Messíasar. In the spirit of that joyful occasion, let me once Í anda again þessa gleðilega tilefnis vil ég enn og aftur fullvissa alla nýja trúskiptinga og þau sem snúa aftur til kirkju drottins. Við elskum ykkur, við þörfnumst ykkar, drottinn þarfnast ykkar og við tökum ef til vill ekki á móti ykkur með skrúðgöngum, en biðjum þess samt að blessanir himins verði hluti af tilraunum ykkar til að þróast á sáttmálsveginum sem leiðir til Guðsföðurins og Jesú Krists í himneska ríkinu. Það eru skýrar vísbendingar að trú á Jesú Krist sé að aukast á okkar tíma. Kirkju Jesú Kristinum síðardaga heilugu hefur verið merkilega aukning trúskiptinga og þátttöku trúskiptingar. Á síðustu 36 mánuðum hafa næstum 900.000 trúskiptingar gengið í kirkjuna. Þessir trúskiptingar eru 5% af öllum meðlimum kirkjunar. Við bjóðum nýja meðlimi velkomna með opnum örmum og þjáum innilegt þakklæti fyrir þá leið sem þið hafið valið. Þessi 900.000 trúskiptingar á síðustu 36 árum eru fleiri en heildarfjöldi meðlima kirkjunar á 110 ára afmæli hennar árið 1940 sem voru rúmlega 860.000 meðlimir. Þetta var árið sem Jeffrey R. Holland forseti, öldungur Dietrich Uchtdorf og ég fættumst á. Þessi dásamlegu nýju trúskiptingar koma frá öllum heimshlutum. Á fyrstu 6 mánuðum þessa árs hafa trúskipti aukist meira en 20% frá fyrra ári í Evrópu, Asíu og Afríku og á Kyrrahafseyjum og í Suður-Ameríku. Í Norður-Ameríku höfum við séð 17% aukningu. Verki drottins miðar enn áfram af miklum krafti. Þessi vaxandi aukning greinilegt vitni að fagnaður erindið snertir hjörtu og breytir lífi allstaðar. Á okkar tíma safnast þessir dýrmæti trúskiptingar ekki lengur saman á einum miðlægum stað. Vegna trúar og helgunar meðlima kirkjunar eru úrræði til staðar allan heim til stuðningssöfnuðum með byggingu kapella og mustera heim allan. Með nauðsynlegum prestamislyklum og veittum úrræðum eru endurleysandi helgiathafnir nú fyrir hendi í flestum heimshlutum. Hvar sem við búum, þurfum við núverandi meðlimir að bjóða 100.000 nýrra meðlima velkomna, líkt og við gerðum við enska og velska heilaga frá fyrri sögu okkar, eins og ég áður sagði. Ég hreifst að ræðu Öldons Gerrit Waf Gong í þessum hluta, þar sem hann kenndi enginn ætti að sitja einn hvorki tilfinningalega né andlega. Heilu skylda okkar að taka á móti nýjum og endurkomnum meðlimum og bjóða þá velkomna. Þegar drottinn hraðar verki sínu, ættum við að elska, hlúa að og þjóna þeim sem taka á móti fagnaðarerindi hans. Við getum hjálpað við að byggja upp fólk Síónar þar sem hugur okkar og hjarta eru eitt og við lifum í réttlæti. Til að verða eitt með drottni verðum við að vera eitt frammi fyrir drottni. Allir meðlimir óháð skírnardegi deila þeirri ábyrgð að bjóða aðra velkomna. Leiðsögn mín til meðlima kirkjunar er að vefja þetta dýrmæta fólk og kjörna fólk og umvefja það
sem hefur tekið á móti fagnaðarerindi Jesú Krist örnum okkar. Gordon B. Hinckley forseti kenndi að nýju trúskiptingar þyrftu vin, ábyrgð og að nærast á einu góða orði Guðs. Við getum verið meðal þeirra vina sem fullvissa þessa nýju trúskiptinga að þeir tilheyri og séu ekki bara gestir og sitja ekki einir. Við getum hjálpað þeim að skilja að þeir eru lærisveinar Jesú Krist, sem geti þjónað öðrum og tekið á móti köllunum til þjónustu. Ungir trúskiptingar ættu að íhuga að þjóna í fasta trúboði. Allir ættu að keppa að því að lifa kristilegu lífi. Margir ganga í kirkjuna við miklar persónulegar fórnir og hafa mikla þörf fyrir kærleika og stuðning sinna heilugu. Til þeirra sem eru nýi trúnni eða eru að snúa aftur til hennar, þá gæti þið staðið frammi fyrir áskorunum. Verið þolinmóð við ykkur sjálf. Trúboðarnir hafa kennt ykkur grundvallarkenninguna og útskýrt sáttmálana og helgiathafnirnar ríkið sem sett fram í ritningunum og í ritinu boða fagnaðarerindi mitt. Nauðsynlegt að taka á móti helgiathöfnum og sáttmálum og lifa eftir boðorðum. Einbeitið ykkur að sáttmálunum sem trúar sem nauðsynlegir eru til upphafningar. Fagnaðarerindi gerir upphafningu mögulega, sem felur í sér að gera og halda helga sáttmála við Guð. Fyrir utan skýrð, staðfestingu og veitingu Melkisedeksprettsdæmisins fyrir karlmenn fer framkvæmd sáttmálana sem við tökum á okkur fram í musterinu. Fyrir hina dánu eru allar þessar endurleysandi helgiathafnir aðeins framkvæmdar í musterinu. Að undirbúa sig fyrir musterið ætti því að vera knýjandi markmið. Stundum finnst ykkur þið ekki standa undir væntingum varðandi það sem þið vitið. Þekking á fagnaðarerindinu er mikil blessun sem veitist smám saman í tímans rás, en hún er ekki endurleysandi helgiathöfn. Fagnaðarerindið er ekki próf á þekkingu. Russell M. Nelson forseti hefur þó lofað: ef þið lesið Mormonsbók með bæn í huga daglega, þá munið þið taka betri ákvarðanir daglega. Er þið íhugið það sem þið lærið, þá munu gáttir himins opnast og þið munu hljóta svör við spurningum ykkar og leiðsögn fyrir lífið ykkar. Að auki þá nær árlegt námsefni kirkjunnar á sunnudagssamkomum yfir Gamla testamentið, Nýja testamentið, Mormonsbók og kenningu og sáttmála sem kennt til skiptis. Með tímanum munið þið finna til aukins sjálfstraust eftir því sem þekking ykkar á fagnaðarerindinu eykst. Reglubundið ritningarnám mun blessa og auka líf ykkar með því að auka trúarlegan viðsnúning ykkar til fagnaðarerindis Jesú Krist. Að læra hina hreinu kenningu Jesú Krist er ævilangt viðfangsefni. Bæði að skilja kenningar og lifa kristilegu lífi. Nauðsynlegir sáttmálar sjá okkur fyrir ramma sem við lýsum sem sáttmálsveginum. Þessar reglur hafa verið kenndar kröftulega af Nelson forseta. Allir meðlimir, einkum nýjir og þeir sem koma aftur, munu hljóta blessun af því að læra og tileinka sér spámanlegan boðskap hans sáttmála og sáttmálsvegin. Ef þið setjið ykkur markmiðið að meðtaka verðulega hver sáttmála sem nauðsynlegur til upphafningar, þá verðið þið á veginum sem liggur til himneska ríkisins. Musterið og helgiathafnir musterisins ætti að vera áhersla okkar. Flestir sáttmálar standa hverjum einstaklingi til boða. Eitt sáttmálin, eilíft hjónaband, felur í sér að sameina krafta sína með félaga. Markmið okkar ætti að vera að finna þann eilífa félaga. Látið þó ekki hugfallast þótt eilíft hjónaband sé ekki mögulegt á þessum tíma. Spámenn hafa kennt að engum blessunum verði haldið frá trúföstum meðlimum sem halda boðorðin. Eitt spámaður Mormonsbókar, Benjamin Konkur, orðaði það dásamlega. Þeir sem halda boðorð Guðs njóta blessunar í öllu og ef þeir eru staðfastir allt til enda, fá þeir dvalið með Guði í óendanlegri sælu. Þið munið komast að því, ef þið hafið ekki gert það nú þegar, að meðlimirnir eru ekki fullkomnir. Opinber kenning gerir ljóst að við munum gera mistök í dvöl okkar hér á jörðinni. Við lifum í ófullkomnum og föllnum heimi, ekki himneskum heimi. Þetta líf er tími prófrauna með stöðugum tækifærum til að iðrast og sannreyna sig.
Öll upplifum við vanmátt við keppum að því að líkast Jesú Kristi. Friðþæging hans gerir okkur kleift að iðrast daglega þegar okkur mistekst. Eins og Nefi sagði, annar spámaður Mormonsbókar sagði, við verðum að sækja fram, staðfest í Kristi, fullkomnu von og ljósi og ást til Guðs og allra manna. Ef þér þess vegna sæki fram, endur nærðir af orði Krist og standi stöðugir allt til enda, sjá þannig fórust föðurnum orð, þér munið öðlast eilíft líf. Þegar við hugleiðum áskorunir okkar tíma verðum við að muna að í jarðneskri þjónustu sinni liðið frelsarinn líka á ólgusömmum og öfbeldisfullum tímum. Hann einbeitti sér ekki að pólitískum áskorunum samtímans, hann einbeitti sér að fullkomnum hinna heilögu. Það hefur aldrei verið auðvelt að fylgja frelsarannum og kenningum hans í heimi sem stöðugt í uppnámi. Það ekki auðvelt fyrir frelsarann. Það var ekki auðvelt fyrir frelsarann í hinum róstursama heimi meðan á jarðneskri dvöl hans stóð. Og það var ekki auðvelt fyrir fyrstu leiðtoga okkar og meðlimi og það ekki auðvelt fyrir okkur. Til allrar hamingju þá veita lifandi spámenn á leiðsögn sem við þurfum sérstaklega á að halda á okkar tíma. Dallin H. Oaks, forseti, mun halda áfram þeirri andlegu, öflugu arfleifð. Ég ber vitni að kenning kirkju Jesú Krist eilíf og sönn. Ég ber örugga vitni að Jesús Kristur lifir og að vegna friðþægingar hans getum við verið eitt með honum í nafni hinu helga nafni Jesú Krist. Amen. Glory in the highest, I will shout and sing.
Heavenly Father, Himmelske Fader, við komum fram fyrir þig, þakklátt hjarta. Þakkum fyrir þennan tíma sem við höfum haft og þakkum fyrir þá tíma sem við koma. Biðjum að hjálpa þau sem leiða okkur til að vita að við erum að stíga þá. Við elskum þá. Himmelske Fader, við erum þakklátt fyrir þá hröðun sem við erum að vitna allan heim. Við biðjum að blessa trúboð okkar með styrk og með vitnisburði til að geta gert þess mikla verk sem þeirra á þessum tíma. Himmelske Fader, við biðjum þig að blessa siðkvært okkar sem heilagir til að minnast okkar hlutverk í hröðunni, þar sem við getum hjálpa aðra í skjól. Himmelske Fader, hjálpa okkur að gera betur og biðjum það í nafni Jesú Krists. Amen. This has been a broadcast of the Saturday afternoon Þetta var session. útsending laugardags síðdegisluta 195. síðari aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists hinna síðari dag heilugu. Ræðumenn voru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunnar. Tónlist þessa hluta flutti The Tabernacle Choir at Temple Square. All
Öllum í St. Jordan, Utah. Öllum velkomið að skoða og miðla boðskap þessarar og annara ráðstefnu á churchofjesuschrist.org. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki í hagnaðarskyni á heimilum, í fjölskyldu eða í kirkju. Höfundaréttur 2025, Intellectual Reserve Incorporated, allur réttur áskilinn.